Komið sæl, Ólafur heiti ég og starfandi sviðsstjóri Náttúruauðlindasviðs hjá Umhverfisstofnun og ætla að flytja ykkur smá erindi framkvæmdir á friðlýstusvæðinu árið 2011. Nú, friðlýst á Íslandi í dag 108 talsins og þar að vera 105 svæði sem eru í umsjón Umhverfisstofnunar. Árlega gefur Umhverfisstofnun ráðherra skýrslu ástand friðlýstusvæða og í kjölfar skýrslu sem kom á 2010 þar sem að tiltekin voru sérstök svæði sem þóttu vera í sérstöku slæmu ástandi, svokölluð rauðlistasvæði eins og stofnunin kallaði það. Þá fékkst fjármagn til brýnna úrbóta til framkvæmda árið 2011 og ég ætla aðeins að fara yfir svona þær framkvæmdir sem við fórum í þá. Auk þess sem að ég ætla aðeins að fara í segja ykkur smá frá öðrum stærri framkvæmdum innan annarra svæða. Þetta þessu svæði, þið þekkið sjálfsagt flest þessara svæða. Þetta eru vinsælir ferðamannastaðir og áningarstaðir ferðamanna og þetta eru þessi svæði sem eru hér til umfjöllunar. Nú á Gullfossi byrjum þar og þá var Sigríðarstígur, fræðslustígur opnaður þar sem að settar voru upplýsingar upp sögu, jarðfræði og tilgang friðlýsingar svæðisins. Og þessi fræðslustígur kemur í stað Sigríðarstofu sem nú hefur verið allavega tímabundið þá lokað. Nú það voru að gera lagfæringar á gönguleið sem að liggur frá neðra bílastæði út af Fossbrúninni. Þá var breikkuð og borið efni í hana og settur á hana einhalli. Nú þið sjáu hérna, þetta er gönguleið á efra útsýnissvæði, töluvert rof sem er í kringum malargönguleiðina sem þarna er sýnd. Þetta er mynd sem er tekin skömmu eftir framkvæmdir lauk þar, en eftir að þessi mynd er tekin var búið að setja þarna upp síðan kaðla til þess að afmarka betur gönguleiðina. Nú það var settur upp ný pallastétt, settur upp ný pallastétt við neðri ökuleiðina niðri bílastæðið við Gullfoss og strax bara eftir framkvæmd lauk þá fór fólk að nýta sér þetta og mjög vinsælt, en þetta er sett kannski fyrst og fremst til þess að auðvelda líka hreyfihömluðum að ferðast þarna og sjá fossinn. Nú við fylgjum okkur yfir á Geysissvæðið að þá sjáum við þarna gamla pallinn við Blesa. Pallinn var komin nokkuð til ára sinna og nú slitinn og grafist frá honum og við settum upp þarna fjarlægum þennan pall og færðum hann aðeins frá Blesa hvernum og þetta er sem sagt niðurstaðan hér, stærri pall og þannig gerður að það sé auðveldara að koma að hjólastólum upp á hann. Hérna má sjá aðra mynd sem að sýnir ykkur hvernig þetta verður fært aðeins frá hvernum. Auk þess vorum við settum við upp öryggisbönd, endurnýjum öll öryggisbönd sem að lögum því núna 2011 og settum upp skilti á öryggisskýringarnar mjög vítt. Við erum sjáum að tæma rusl hérna allan á sinn hring, settum upp 2 ruslafötu við útganga hérna eða innganga inn á svæðið og erum með manneskju sem sér það að viðhalda svæðinu fara á tína ruslarna allan á þessu hring. Nú hérna eru þá böndin sem dæmi bönd og staura sem sett voru upp á svæðinu. Við færum okkur á Dyrhóley. Þetta er fyrir áður en við settum upp nýja öryggisskýringu upp á Háey. Dyrhóley skiptist eiginlega má segja í Háey og Láey. Og á Háey þá settum við upp nýja öryggisskýringu sem lítur svona út eftir framkvæmdir og við stikuðum og afmörkuðum gönguleiðir eftir gildandi deiliskipulagi og það var starfandi landvörður þarna við sveitarfélagsins sem aðstoðaði einnig við framkvæmdir. Settum upp 2 ný skilti á Dyrhóley, þarna eitt upp á annað bílastæði á Háey og hitt í bílastæði Láey. Og þið sjáu hérna skilti hérna á hægra megin á myndinni. Nú við svokallað Brestnef eða það sem að lundarnir halda sig mestir hérna á Láey
þið sjáu hérna vinstri með myndin bílastæðið í Lági. Það voru afmarkað gönguleið þar og svo eftir þessi myndir tekin borið í hérna efni, þannig að hún svona mun varalegri. Á Hveravöllum, þar var sett upp skilti, endurnýja skilti þar og gerðir pallar, settir upp pallar bæði breikku afkomuleiðina að Hverasvæðinu og pallar við skálan þar, auk þess að voru sett upp pallar við upplýsingaskilti. Nú Helgustaðanámu, hérna sjáum við námugöngin og hérna námu opið og við höfum unnið að því við sveitarfélaginu að fara í deiliskipulag á svæðinu, auk þess sem að við gerðum öryggisúttekt á öllu svæðinu og það með hjálpa okkur við því að fara í framkvæmdir og gera viðeigandi ráðstafanir. Nú hérna Surtarbrandsgil, þetta skilti þarna sem var sett upp reynda 2010, við settum nýja færðum öryggisskilningu þarna við hrun úr klettunum og erum að vinna núna efnin og skilti sem að veru sett upp við svokallega flakkara eða söluskálan hann niður frá. Nú til þess að rétt í blálokinn að segja ykkur frá hérna framkvæmdum við Djúpalónssandi að við settum við pallastitt þar sem að nær hérna upp á Djúpalónshól, gefur hreyfihömlum tækifæri á að skoða þarna horfa niður á Djúpalónssandinn og í Vatnshelli var sett niður hringstigi niður í Iður sem nær þá 30 metra samtals þá ofan í yfirborð jarðar eða yfirborð Fellsins og hérna verið að endurnýja salthúsið. Göngustígur upp við hérna Ískrabrunn og í allblá lokinn þá sýni ég ykkur eina mynd frá nýrri gestastofu sem það að segja nýjaðri gestastofu á Mývatni sem var opnuð með pomp og prakt 14. maí 2011 og ég hvet ykkur öll til þess að koma og kíkja á hana. Takk fyrir. Set hérna 1 mínútu, það 1 mínútu eftir þá set ég glasamóttu hér. Já, hérna.